Það hefur verið kannað hve mikill munur á hæstu og lægstu gjöldum fyrir skóladagvist og skólamat og í þessari könnun sem að verðlagseftirlit ASÍ lét gera kemur í ljós gríðarlega mikill munur, ætla ég að leyfa mér að segja. Auður Alfa Ólafsdóttir, verkefnastjóri verðlagseftirlitsins. Já, þið létuð kanna þetta og sömuleiðis leikskólagjöldin, er það ekki? Jú. Hvað kemur í ljós varðandi mun á gjöldum hjá þá stóru sveitarfélögunum sem eru þá 15 sem þið kíkið á? Já, hver áramót er að vera svona upp úr áramótum og þá tökum við út munin eða breytingar á gjöldum fyrir skóladagvist, frístund eins og þetta er oft kallað líka. Já, já. Og það sem kemur í ljós að það er bara gríðarlegur munur á milli sveitarfélaga á þessum gjöldum og til dæmis á heildargjöldum, það sem við erum að tala um skóladagvist, síðdegisressingu í skóladagvist og svo skólamat, þá er 56% eða yfir 120.000 króna munur á hæstu og lægstu gjöldum á milli sveitarfélaga. Einmitt. Og hvar eru þau hæst? Þau eru núna hæst hjá Seltjarnarnesi. Já. Og næst hæstur kemur Garðabær þar á eftir. Akureyrarbær er með 3. hæstu gjöldin. Lægst eru gjöldin í Fjarðabyggð núna. Reykjanesbær eru með önnur lægstu gjöldin og Vestmannaeyjar koma þar á eftir. Og við erum að sjá mestar hækkanir núna á Seltjarnarnesi og í Vestmannaeyjum á milli ára og þessar miklu hækkanir á Seltjarnarnesi þrátt fyrir að þeir séu með þetta hágjöld, þannig að þeir eru langhæstir. Þannig að það eru hágjöld, hæstu gjöldin, en svo hefur hækkunin líka verið mest hjá þeim, þá undanfarið. Það er bara frá árinu 2018 til 2019. Það er breytingar sem eru á gjöldunum núna áramót. En þetta segir samt ekki alla söguna af því að svo eru líka systkinaafslættir af gjöldunum. Algjörlega. Þannig ef að fjölskylda til dæmis með 2 börn, annarkvort 2 börn í frístund eða 1 í frístund og annað í leikskóla, að þá fá foreldrar afslátt af gjöldunum, yfirleitt gjöldunum fyrir eldra barnið. Og til dæmis þá við sjáum það að Fjarðabyggð er með lægstu gjöldin fyrir 1 barn, en þeir eru með langlægstu systkinaafslættina. Þannig að ef þú ert með 2 börn, þá er ekki víst að þeir komi best út. Ég skil þig. Á meðan Reykjavíkurborg, þeir eru með langhæstu systkinaafslættina. Þannig að flækjustigið er svolítið fyrir fólk ef það ætlar að bera þetta saman? Já, það er það og þess vegna tökum við þetta alltaf út á hverju ári. Já. Og þetta þetta bara ótrúlega mikilvægt að gefa þessu gaum af því að eins og ég segi þá er þetta gríðarlegur verðmunur og ég meina að þetta er 120.000 króna verðmunur, þetta er þetta er eins og bara hálf laun hjá tekjulítilli fjölskyldu. 124.000 króna munur á ári á hæstu og lægstu gjöldum, skóladagvist og skólamat. Og þetta ég meina við erum að tala um að þetta er grunnþjónusta og manni finnst svona að þetta ætti að vera eitthvað sem að sveitarfélögin setja í forgang eða við hjá Alþýðusambandinu okkur allavega finnst það. Halda þessu eins mikið niður og hægt er. Já, og þannig að þetta eru gríðarlega miklir hagsmunir og svona áhugavert bara í ljósi þess hvað kjaramálin hefur verið rædd mikið undanfarið. Þannig að þarna geta mörg sveitarfélög gert miklu, miklu betur. Já, akkurat. Hafið þau efni á en setja þetta þá kannski í þennan forgang. En eru þau að breytast mikið? Er þetta með svona hreyfanlegar gjaldskrár? Þú geta foreldrar svona kannski reitt sig á að gjaldskráin sé nú kannski svona nokkurn veginn óbreytt 2 ár eða 3 ár? Það er bara mjög misjafnt sem eins og núna flest sveitarfélögin hækkuðu eitthvað gjaldskrár milli ára. Oft erum við að tala um 2–3% hækkun. Hins vegar eins og Seltjarnarnes, þar hækkuðu gjöldunum eitthvað 7% og eitthvað rétt aðeins minna 6,7% í Vestmannaeyjum, þannig að þetta samt töluverðar hækkanir. Svo eru önnur sveitarfélög sem að lækka. Fjarðabyggð lækkaði matargjaldið það mikið að heildargjöldin lækkuðu 11%. Þannig að það einhver hreyfanleiki á þessu og sem betur fer þá eru
sum sveitarfélög sem að reyna að standa sig betur og á hverju ári að endurskoða og reyna að bæta þetta. Þetta þetta grunnþjónusta. Já, þetta er grunnþjónusta og sko svo hafa líka sum sveitarfélög lækkað, var það ekki Vestmannaeyjar sem lækkuðu verulega gjaldskrána, þannig að nú eru þau kannski aðeins að ná sér upp aftur. Jú, það var þannig að það svona saga á bakvið kannski. Já, fyrir nokkrum árum þá voru þeir gagnrýndir fyrir að vera með allt of háa verðskrá, þá voru þeir með þeim hæstu, eða hvort þeir voru ekki bara hæstir, ég man það ekki alveg. Já. Og þá tóku þeir sér til og lækkuðu gjöldin alveg töluvert og núna eru þeir svona með þeim, með hvað þriðju lægstu gjöldin sýnist mér. Já, með þeim lægri. Já. En hvað með sko munin á því hvað sveitarfélög bjóða sem sagt fyrir svona sérstaka hópa eins og til dæmis fyrir einstæða foreldra eða öryrkja, námsmenn. Hvað kemur best út? Það eru svona nokkur sveitarfélög sem bjóða upp á gjöld fyrir þessa hópa og það er misjafnt eftir sveitarfélögum hverju tilheyra þessum hópum, hvort það eru bara einstæða foreldrar eða öryrkjar og svo framvegis. En það er ekki öll sveitarfélög sem bjóða upp á sérstök gjöld fyrir þessa hópa. Það er Garðabær. Já, Kópavogur Já. Og Akranes og Seltjarnarnes. Já, og þannig að þetta skiptir auðvitað máli líka. Þannig að þó Garðabær sé þarna með önnur hæstu gjöldin að þá eru þeir með þannig að þeir eru með tekjuviðmið þannig að þeir eru bæði með 40% afslátt fyrir að mig minnir einstæða foreldra. Já, og námsmenn. Og námsmenn. Já, 40%, það er nú hellingur. Og svo eru þeir með annað þrep sem er 20% afsláttur og það eru þá einhver hópur sem er með aðeins hærri tekjur. Þannig að það þarf að taka þetta inn í myndina líka. Algjörlega, en það kemur svolítið óvart að þið skoðuð þarna 15 stærstu sveitarfélög landsins. Já. Og gjöld fyrir þessa hópa, námsmenn, öryrkja og einstæða foreldra, að þau sé ekki niðurgreidd að einhverju leyti í þeim öllum. Einmitt. Þetta eru sko 4 sveitarfélög eða 3? Já, þetta eru örfá sveitarfélög af þessum 15 sem eru með sérstök gjöld fyrir þessa hópa. Og Reykjavík ekki? Nei, en sko verðmunurinn er samt það mikill að það er ekki viss sko þó að við séum að tala um að sé 40% afsláttur hjá Garðabæ fyrir forgangshópa. Að það er ekki víst að þeir nái samt að vera ódýrari en Reykjavík. Gjöldin eru það mikið lægri hjá sumum sveitarfélögunum. Þannig að það getur kannski komið bara út á það sama. Þetta er athyglisvert og kannski sérilega vegna þessa mikla munar, en það þarf að halda því til haga náttúrulega að þið skoðið náttúrulega ekkert gæðin. Nei, við skoðum aldrei gæði á þjónustu eða vörum, þannig að það er náttúrulega líka bara, mat hvers og eins, hver þau eru sko. Þannig hvers fólk væntir. En það samt svona kannski mætti fyll upp í kökuna með því, ekki satt? Af því að kannski er ferskari matur á einum stað en á öðrum og svo leiðis. Það var erfitt að segja. Ég meina, það er ekkert endilega, ég held að það sé ekkert endilega fylgni þarna á milli. Ég meina, þetta getur líka bara verið forgangsröðunin í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Já, en hvað með leikskólagjöldin? Já, við tókum þau einmitt líka út núna eftir áramóts og þar erum við að sjá svipaðan verðmun í prósentum, 53% verðmun á hæstu og lægstu gjöldum eða 150.000 króna mun. 150.000? Já. Og þar er Reykjavík með lægstu gjöldin og þar er Seltjarnarnes með næst lægstu gjöldin sem eru með hæstu gjöldin í skóladagvistunni. Já, og skólamáltíðunum. Já, og Mosfellsbær er með 3. lægstu, Garðabær með hæstu leikskólagjöldin, Akranes næst hæstu og Akureyrarbær 3. hæstu. Já. Og það er ýmislegt áhugavert í tengslu við leikskólagjöldin. Það er til dæmis þannig að við að taka út sko gjöld, það eru 8 tímar með fæði. Og svo leið og bætir sko 9. tímanum við og nú erum við að tala um að það eru ákveðnir hópar, bara til dæmis einstæða foreldrar sem að bara verða að vera með börnin þessa 9 tíma leikskóla til þess að ná að fara í vinnuna, fara með barnið á leikskólan og fara í vinnu og sækja svo barnið þegar þurfa að hafa þetta svigrúm. Og á mörgum stöðum hækkar, eða sko 9. tíminn er alltaf dýrari en þessir 8 tímar. Og það er svona dýr bónus
klukkutími. Já, en hann misdýr eftir sveitarfélögum. Ef við segjum bara, þú veist, 8 tímar, tímaverðið, 8 tímum eitthvað ákveðið, til dæmis hjá Kópavogsbæ, þá hækka heildargjöldin 44% ef þú bætir bara þessum 1/9 tíma við. 44 þá yfir mánuðin? Já, mánaðargjöldin, bara við að bæta 1 klukkutíma á dag við. Já. Og þetta leggst náttúrulega, þetta viðkvæmir, eða mjög oft viðkvæmir hópar sem að þurfa á þessu 9. tíma að halda. Og þá það yfirvinna hjá leikskólakennurunum eða starfsfólkinu? Já, algjörlega. En þetta leggst, getur leggst mjög illa á þá sem að kannski, eru í hvað viðkvæmastri stöðu eins og einstæðir foreldrar. Þannig að það margt sem þarf að huga að varðandi þetta. Gríðarlega mikill munur og spurninga einmitt hvort að sveitarfélögin stóru ætti að taka sér saman og gera eitthvað, koma með eitthvað útspil í þessum erfiðu kjaraviðræðum. Einmitt, það er mörgu að hyggja varðandi þetta og mörgum stöðum sem hægt að lækka gjöld og koma til móts við fólk og bæta kjör. Þetta sannarlega útgjöld, en Auður Alfa Ólafsdóttir, verkefnastjóri hjá Verðlagseftirliti ASÍ, takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir.